Komið sælar blessaðar, kæru meyjur. Nú gyðjuspilið ykkar komið á borðið. Nú ég að draga gyðjuspil fyrir hvert stjörnumerki úr þessum fallega stokki, keltneska gyðjan. Og þau skilaboð sem koma til ykkar vona ég að komi ykkur að einhverju gagni. En þið hafið fengið hérna, kæru meyjur, gyðju sem númer 17. Hún heitir Seridwen eða Keridwen, en ég held frekar Seridwen. Þetta velsk gyðja frá Wales og hún hvorki meira né minna en gyðja sannleikans. Hún boðar einlægni og áhrif og inspirasjón frá almættinu og góða trú og traust. Tími ársins sem að tengist henni eru haustjafndægur eða september, 21. september, þegar laufin falla af trjánum og greinarnar eru naktar. Á sama hátt mun sannleikurinn sýna hver þú ert. Þú munt finna hamingjuna með því að vera sönn við fólk og að draga úr kritík eða draga úr því að setja ofan í við fólk. Með því að vera jákvæð styrkirðu innri fegurð þína sem og ytri fegurð. Og ef þú ert í erfiðri stöðu, þá mun sannleikurinn og það að líta tilbaka og finna sannleikann í öllu sem þú gerir og hefur gert, þá mun það hjálpa þér í gegnum erfiða stöðu. Með því að halda í trúna og trúa og treysta á hið góða, á almættið, þá munu dyr opnast fyrir þér og þú munt öðlast jákvæðari sjálfsímynd og meira sjálfstraust. Og með því að horfa á allt sem vel hefur farið í lífið þínu í staðinn fyrir að horfa á mistökin, muntu komast að því að það að taka næsta skref í átt að því sem að þú stefnir að mun ganga betur en þig óraði fyrir. Kæra meyja, þú ert að öðlast jákvæðari sýn á hlutina og ert þar af leiðandi að framkvæma meira af jákvæðum hlutum. Ef þú ert ákveðin, bjartsýn, þá mun allt ganga betur í staðinn fyrir að hleypa óttanum og neikvæðninni að í hugsunum þínum. Nú hefurðu styrk til að segja nei við því sem að eyðileggja fyrir þér. Þú hefur öðlast styrk til að taka ábyrgð og bera ábyrgð í staðinn fyrir að kenna öðrum hvernig farið hefur í lífið þínu. Því að nú ertu meira meðvituð, kæra meyja, hvernig hegðun þín hefur áhrif á annað fólk. Með því að vera ánægð með sjálfa þig, tekstu betur að fara í gegnum erfiða hluti og fólk
tekur eftir því að þú ert sjálfri þér næg og lítur þig jákvæðri augum. Ekkert truflar þig í því að taka skrefin áfram og það að þú hafir sannleikann að leiðarljósi mun fletta ofan af lygum eða blekkingum hjá öðru fólki. Þau sjá kannski ekki sama sannleika og þú, en það breytir ekki sannleikanum. Góð gæfa er ætluð þér og bíður þín og það sem að er í stöðunni fyrir þig er jafn nakið og Sheridan er á myndinni. Það er að segja, sannleikurinn er nakinn, hann hlífir engu, hann skýlir engu. Og hvernig þú munt takast á við þennan sannleika mun leyfa þér að nýta allar þínar bestu hliðar. Spegillinn hennar Sheridan sem speglar ljósinu er tákn aðri sannleika og sýnir að þú hefur hjálp almættisins til að öðlast hamingju og að vernda þig gegn illu. Það er meira til heldur en það sem hægt er að sjá með jarðneskum augum og skyggnin þín mun sýna fram á það sem ekki er hægt að sýna fram á með á jarðneskan hátt. Ef þú opnar vilja þinn fyrir almættinu, muntu ná góðum árangri. Ef þú trúir að þú getur áorkað einhverju dásamlegu, þá muntu fá undursamlegar niðurstöður. Hlutir sem eru meiri en þú áður hélst að væri hægt að gera, munu nú koma inn í lífið þitt og vera allt í kringum þig vegna þess að nú ert þú með hugan rétt stilltan. Þú ert með viljastyrkinn og þrána til að gera rétt og ákveðnina til að halda sýninni þinni lifandi. Það sem þú setur út kemur til þín eins og bergmál á sama hátt. Þú getur skoðað og varpa ljósi á hluti með því að sitja með sjálfri þér, kæra Meyja, og fundið út hvað það er sem virkar fyrir þig og ert nærri sannleikanum heldur en þú heldur og þú getur leyst þín eigin vandamál. Það hvernig þú lítur á sjálfa þig, hvernig þú sérð sjálfa þig, skiptir meira máli heldur en hvernig þú horfir á annað fólk. Einhver mun elska þig vegna þess að þú segir sannleikann á meðan að aðrir eru ekki eins hrifnir. Þannig að Sheridan er að segja þér að tala gætilega og ræða hlutina af varkárni en segja sannleikann samt sem áður. Potturinn sem Sheridan er að hræra í, hann er fullur af umbreytanlegri orku matar sem veitir góða heilsu og
Potturinn sýnir að þú getur bætt líf þitt með mögnuðum breytingum með því að taka inn andlega næringu og líkamlega næringu sem gerir þér gott. Það sem þú setur í pottinn uppskrift af velgengni. Ef að það sem þú setur í pottinn heilbrigt fyrir sál og líkama. Loka skilaboð Seritven eru: findu þitt sanna sjálf með því að finna þitt innra ljós eða uppljómast í þínu innra ljósi. Þetta er erfitt að þýða þetta. Og leyfðu þannig sjálfri þér að umbreytast með því að nýta innra ljósið þitt. Breyttu þá sjálfri þér, kæra Meyja. Taktu til þín þá visku sem kemur af því að sjá sannleikann. Ef þú ert heiðarleg, myndu gera það sem rétt og þú myndir ekki þykjast að vera einhver annar en þú ert. Þér mun líða vel og þú myndir finna frið innra með sjálfri þér og einnig gagnvart öðrum. Ok, svo mörg voru þau orð. Það sérst heiðarleikinn og nakinn sannleikurinn sem skiptir mestu máli hérna hjá þér, kæra Meyja. Þetta getur átt við eitthvað ákveðið málefni eða bara stöðuna sem að þú ert í dag. Og þið, kæru Meyjur, finnið það best út sjálfar hvar þetta á við í ykkar lífi. Þetta getur átt við stöðuna eins og hún er núna eða það sem að fara að gerast á næstunni. Þannig að verið bara vakandi fyrir því að vera heiðarlegar. Ok, kæru Meyjur, ég óska ykkur allsins besta með þetta. Ég vona að þetta gagnist ykkur á einn eða annan hátt til góðs, ljós og kærleiks.